fundinn þá færðu starfsmenn N4 bænum blóm sem þakklætisvott fyrir samstarfið. Sýni ykkur hann hérna. Þetta síðasti fundurinn sem N4 sjá útsendingu fyrir bæinn að minnsta kosti í bili og vil ég fyrir hönd bæjarins sömuleiðis þakka N4 og starfsfólkinu fyrir frábært samstarf á liðnum árum og góða þjónustu. Og ég sannfærð að bæjarinn mun eiga áfram gott samstarf við fyrirtæki þó það geti orðið með öðrum hætti. Þá vil ég áður en við göngum til dagskrá bjóða Viðar Valdimarsson fyrir M-lista hjartalega velkomna á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund, til hamingju með hann. Og við erum eins og áhorfendur kannski sjá í fjarfundi og þekkjum öll hvernig við gerum það. Við notum rafræna hönd til þess að biðja orðið en lyftum síðan upp okkar eigin hönd og býðum smástund með ég til atkvæðin þegar við greiðum atkvæði um málið. En þá kom að fyrsta lið á dagskrá, það breytingar í nefndum, lögð fram tillaga D-lista breytingu á skipan fulltrúa í umhverfis- og mannvirkjaráði. Þórhallur Harðarson verður aðalmaður í stað Sigurjóns Jóhannessonar og Sigurjón Jóhannesson verður varamaður í stað Þórunnar Harðardóttur. Orðið laust, sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá komum við á öðrum lið, breytingar í nefndum, lögð fram tillaga D-lista breytingu á skipan fulltrúa í fræðslu- og lýðheilsuráði. Ásgeir Jóhannsson kemur inn sem varamaður í stað Þórhalls Harðarsonar. Orðið laust, sem enginn hefur kvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt það gefið merki. Það eru allir, takk fyrir það. Þá kom að þriðja lið að dagskrá, stofnun- og athafnasvæði við Súluveg, aðalskipulagsbreyting til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, hér þriðji liður stofnun- og athafnasvæði við Súluveg, aðalskipulagsbreytings sem frá 22. desember 2021. Gera það breytingu á aðalskipulagi Akureyrar frá 2018 til 2030 í tengslum við gerð deiliskipulags fyrir athafna- og stofnanalóðir við Súluveg. Breytingin felst í því að athafnasvæði sem merkt AT13 á aðalskipulagsuppdrætti stækkar 0,2 hektara til austurs og leið minnkar svæði SL7 sem græni trefillinn sem samsvarandi stærð. Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að breyting á aðalskipulagi verði samþykkt. Að mati skipulagsráðs óverulega breytingu að ræða í samræmi við 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010, þar sem breytingin hefur hvorki í för með sér verulega breytingar á landnotkun, né hún líkleg til þess að hafa áhrif á einstaka aðila eða stór svæði. Þórhallur Jónsson D-lista og Grétar Ásgeirsson B-lista sátu hjá við afgreiðslu málsins í skipulagsráði og langar mig að gera grein fyrir atkvæði mínu hérna á eftir. Ég kem ekki til með að samþykkja þetta eða greiða atkvæði með þessu, þar sem meðal annars búið að leyfa og gefa heimild fyrir olíuskilju og fleiru, að hún eigi heima annars staðar í bænum, þannig að ég kem til með að greiða atkvæði á móti þessu. Takk. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Þórhalli og sammála hans afstöðu og mun einnig greiða atkvæði gegn tillögunni. En ég legg líka fram fyrir hönd okkar Þórhalls og Sóleyjar Bjarkar eftirfarandi bókun sem svohljóðandi. Við teljum óæskilegt og ekki í samræmi við þá framtíðarsýn sem við teljum heppilega við innganga náttúruperlunni við Glerárdal að auka umfang iðnaðar og athafnastarfsemi á svæðinu. Þá teljum við óæskilegt að þrengja að og minnka græna trefilinn, þar að segja gróðurík svæði sem ætlað að ná umhverfisbyggðina á Akureyri. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið málsins. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara aðeins taka upp hanskann fyrir þetta fyrirtæki sem að biðja þessa breytingu og þetta kannski vanþakklátt starfsemi sem að snýra hreinsun á niðurföllum og holræsum og svo framvegis og ekki margir sem að ganga fram fyrir skjöldu til að styðja þessa starfsemi en eins og tillagan ber með sér þá þetta mjög óveruleg breyting á skipulagi og
rýrir græna trefilinn 0,2 hektara af held ég 170 hekturum ef ég man rétt. Og fyrir utan að okkur í lófalagið að stækka græna trefilinn 100-falt þetta á öðrum svæðum sem ekki hefur verið ráðstafað. Þannig að ég finnst þetta sérkennilegt að leggjast gegn þessari óverulegu breytingu og ég mun styðja hana. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsinn, næst hefur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara segja að ég hluti af þessari bókun og vil bara segja að þetta hefur ekkert með í raun og veru fyrirtæki sem slíkt að gera eða starfsemi, þetta er okkar ábyrgð að ákveða hvaða starfsemi við viljum hafa hvar í bænum og á þessum stað sem að þegar við hugsum til lengri framtíðar þá tel ég bara þessari starfsemi betur setta annars staðar. Þannig að þetta er ekkert sem að snýr að starfseminni að ég sé á móti þessari starfsemi eða móti þessu fyrirtæki, alls ekki, heldur bara hvar þetta á að vera og það er okkar ábyrgð að skilgreina það, hvar við viljum hafa hlutina og horfa til framtíðar með það. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið málsinn, orðið er laust. Það fleiri á ekki hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefið merki. Það eru 8, þeir sem eru á móti. Það eru 3. Takk fyrir það. Þá er komið að 4. lið á dagskrá, Akureyrarvöllur breyting á deiliskipulagi vegna aðflugsljósa. Til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er reyndar Akureyrarflugvöllur, breyting á deiliskipulagi og liður 3 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 22. desember 2021. Erindi dagsett 10. desember 2021 þar sem að Snævar Örn Georgsson fyrir hönd Isavia innanlandsflugvalla EHF sækir breyting á deiliskipulagi Högnisbryggju vegna uppsetningar aðflugsljósa. Meðfylgjandi var vinnuteikning og er vinnuteikning, breytinginni í samræmi við aðskipulag Akureyrar frá 2018 til 2030 og leggur skipulagsráð til við bæjarstjórn að breyting á deiliskipulagi Högnisbryggju í samræmi við tillögu umsækjanda verði samþykkt og auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 þegar að fullnægjandi skipulagsgögn liggja fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu og ég hef sagt að Akureyrarvöllur. Ég ætti að vita að manna best eftir flugvöllur, en orðið er laust. Þar sem enginn hefur hvatt sér hljóðs, þeir sem geta samþykkt aðskipulagsbreytinguna gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að 5. lið á dagskrá, Oddeyrarbót 3 og umsókn lóð til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, Oddeyrarbót 3, liður 11 í fundargerð skipulagsráðs frá 22. desember 2021, lögði fram umsókn Steingríms Birgissonar dagsett 17. desember 2021 fyrir hönd ASÍ EHF lóðina Oddeyrarbót 3. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að lóðinni verði úthlutað til ASÍ EHF án auglýsingar með vísun í heimild í grein 2.3 í reglum Akureyrarbæjar úthlutun lóða. Árið 2016 fékk fyrirtækið úthlutað lóðunum Torfunni við 1 og 3. Lóð 1 var aldrei byggingarhæf og nú hefur verið ákveðið að breyta skipulagi á því svæði og draga fyrir úthlutanir lóða við Torfunni tilbaka. Skipulagsákvæði lóðanna eru sambærileg með tilliti til byggingarmagns og starfsemi. Fengi ASÍ EHF úthlutað lóðinni Oddeyrarbót 3 í stað Torfunnefs 1. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu, orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Viðar Valdimarsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði að koma með ábendingu og spurningur sambandi við þetta mál. Fyrir það fyrsta þá liggja engin gögn fyrir málið undir fundargerð nefndarinnar. Það liggja engin gögn fyrir bæjarfulltrúa að kynna sér málið. Þess vegna þætti mér bara svona eðlilegt að Þórhallur, bæjarfulltrúi Þórhallur myndi kannski reifa málið, hvernig stendur á þessu. Til dæmis, af hverju var lóðin aldrei byggingarhæf? Er það þannig, var það mannleg mistök? Er það þannig að er byggingarmagnið sambærilegt?
er það meira eða minna? Mér finnst það skipta máli, erum við að gefa eftir gatnagerðargjöld eða ekki? Af hverju liggur það ekki fyrir á svart og hvítu? Og út af því við erum kannski að taka fyrir eitthvað sérstakt ákvæði með þessari ákvörðun að veita lóð sem eftir minni bestu vitund sem Þórhallur getur þá leiðrétt mig með að ég get ekki séð að það hafi verið auglýst opinberlega síðustu 6 mánuði allavega. Þannig erum við að veita einhverjum aðila lóð sem aldrei hefur verið auglýst. Hann kannski leiðrétti það eða það rangt hjá mér. Ég gat allavega ekki fundið út úr því sjálfur. Og já, ég kannski kem þá bara aftur ef ég hef fleiri spurningar eftir að bæjarfulltrúi Þórhallur hefur reifað málið. Takk. Það bæjarfulltrúi Viðar Valdimarsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Ef ég reyna að svara einhver af þessu þá erum við að tala eins og kemur fram í þessu sem ég var að lesa að skipulagssvæði lóðanna sambarilegt. Það er að segja með tilliti til byggingamagns og starfsemi. Það er gert ráð fyrir á báðum lóðunum að þarna yrði hafnsækin starfsemi. Það var svo sem ekki mikil en það var samt sótt hana af einum aðila sem var hafnað vegna þess að starfsemin var ekki hafnsækin heldur undir annars slags starfsemi sem var ekki talin henta á svæðinu og þarna erum við að koma á móts við félag sem við erum að taka lóð af. Hvers vegna hún var aldrei byggingarhæf á Torfunefinu ég kann ekki skýringar á því. Hluta til sem sagt staðsetningin. Þetta eitthvað sem ég þekki ekki alveg nógu vel í því dæmi en allavega var hún aldrei byggingarhæf. Þar af leiðandi sem sagt og svo náttúrulega vitum við hvernig þetta fór í þessari blessari ferðamennsku okkar hérna. Þannig að það hefur svo sem ekki verið eftirspurning hjá þeim og þau vona þetta svari spurningunni. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Viðar Valdimarsson. Já, ég þakka Þórhalli fyrir að reifa máli örlítið en þetta vekur þá líka bara ennþá meiri spurningar að hverju engin gögn eru málið. Þetta hljóma bara svona eins og embættismannakerfis mál að við erum að redda einhverju út af því að einhver lóð vegna mannlega mega eða eitthvað svoleiðis kom í ljós að var ekki byggingarhæf sem bara gott og vel en mér finnst alveg lágmark út af því maður er búinn að heyra tíunda af fleiri en einum að við þurfum að stunda góða hvað kölluðu við þetta orðið sem ég var að leita eftir stjórnsýslu, akkurat var orðið sem ég var að leita eftir við þurfum að stunda góða stjórnsýslu, ég hef líka heyrt menn tíunda það að við þurfum að taka ákvarðanir eftir gögnum, góðum gögnum og við erum að tala um það að þetta mál fór í gegnum nefnd án þess að birta gögn, engin bæjar búi gat kynnt sér málið, það ekki einu sinni birt gögn hvar lóðirnar eru eða á deiliskipulagi með málinu, ekki neitt. Þannig að ég ætla bara að tilkynna það að ég er ekkert á móti því að þetta fyrirtæki fái þessa lóð. En bara í prinsipinu þá ætla ég bara að sitja hjá út að ég hef bara enga forsendu fyrir að samþykkja fyrir þetta. Er þetta bara þannig að akkur er bara klúður einhverju og þá ganga þau fyrirtæki bara fyrir einhvers annar staðar. Erum við að búa til það fordæmi og svo kannski bara skiptir máli hvað fyrirtæki heitir að hafa skoðun á því, ég veit það ekki. Takk. Það er bæjarfulltrúi Viðar Valdimarsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég held ég verði svona aðeins að bregðast við þessum málflutningi þínum bæjarfulltrúi Viðar. Málið eins og kom fram í málið Þórhalls þá snýst þetta ekki klúður af hálfu bæjarins varðandi það að þessi lóð hinum einn hafi ekki verið byggingarhæf. Þetta snýst það að við erum að taka þá lóð til okkar til þess að láta hafnarsamlaginu hann í té svo hafnarsamlagi geti farið í þá deiliskipulagsbreytingu sem búið að samþykkja því svæði. Og það liggur hlutar í seðli að þegar við tökum einhver gæði af einhverjum að þá verðum við á einhvern nátt að koma til móts við þá aðila. Og það sem við erum að gera þarna og skipulagsráður að leggja til að láta það hafa í lóð í staðinn fyrir hina lóðina
af því að við erum að taka hana undir aðra starfsemi og færa hana öðrum aðila sem hafnarsvæðið. Við erum að úthluta þá viðkomandi aðila annarri lóð á nánast sama svæði og það getur ekki annað en talist eðlilegt að gera það. Þetta með það að ekki legin í gögn, ég ætla ekki að fara að deila við það, en þetta málið í hnotskurn og þetta hefur ekkert með embættismenn eða aðra að gera, þetta hefur fyrst og fremst með okkur að gera, hvað vöndu stjórnsýsla og hvernig við komum fram við þá aðila sem við erum að taka einhver gæði frá. Og það okkar ákvörðun. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þekki forsöguna ekki mjög vel, en ég get ímyndað mér að það hafi líka spilað inn í að lóðin á Torfunefi var í biðstöðu, að við náttúrulega vorum í nokkur ár að velkjast með það hvort að vegarstæði Glerárgötu eða Drottningarbrautar myndi færast á þessum kafla. Ég get ímyndað mér að það hafi eitthvað spilað inn í, en ég vil líka rifja upp að fyrir sirka 2 árum vorum við með umræðu lóðirnar nálægt Hofi, sem sagt norðan við höfnina eiginlega, og þá var beiðni, ef ég man rétt, að fá að breyta þar skipulagi þannig að byggingar yrðu á 2 hæðum en ekki 1. Og ég vil bara árétta að við erum ekki að gefa nein fyrirheit að verði vikið frá því, og það mín trú að við alls ekki að leyfa meir en 1 hæðar byggingar þarna sunnan eða suðaustan við Hof, því að það myndi rýra þá byggingu verulega og stöðu hennar og brag þarna á þessum glæsilega stað. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson, lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vildi bara koma og segja að mér finnst þetta samt bara réttmæt ábending varðandi gögnin undir málinu. Að þetta eitthvað sem við kannski sem að sitjum í bæjarstjórn erum búin að tala oft og ræða og þekkjum forsöguna, en svo koma aðrir og tala nú ekki bæjarbúar að málum og bæjarfulltrúi, varabæjarfulltrúi og svo framvegis, að ég held að við eigum að taka það til okkar að leggja áherslu á það að þegar við erum að taka mál til afgreiðslu að þá fylgja gögn og betri upplýsingar, og ég held að þar af leiðandi geti bara tekið undir með Viðari að við eigum að taka þetta til okkar og gera betur í þeim efnum. Takk. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir, lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Þetta ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara líkt og Hilda að taka undir varðandi ábendingu Viðars og þakka honum bara fyrir. Hann kemur hérna nýr að borðinu í fyrsta skipti í bæjarstjórn og bendir okkur á hluti sem að við bæjarfulltrúar höfum verið að ræða og við svo sem þekkjum þetta mál og þekkjum forsöguna. Svo kemur nýr aðilaðis og hann svona eins og hann bendir á, hefur ekki þær sömu forsendur á við og við skulum bara taka þetta til okkar og ég bendi bæði formanni skipulagsráðs og forseta bæjarstjórnar á að við þurfum bara að vanda þetta betur og þakka Viðari fyrir hans ábendingu. Takk. Já, ég tek undir það og við gerum bragarbót á þessu. Þetta bara góð ábending. Orðið laust. Sem fleiri hafi ekki hvað sé hljós, þeir sem geta samþykkt tillöguna gefi merki. Það eru 10, einhver á móti, enginn og 1 situr hjá. Þá komið að 6. lið á dagskrá, gatnagerðargjöld 2021, til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér tekið fyrir liður númer 12 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 22. desember síðastliðinn, en þar var lögð fram tillaga breytingu á gjaldskrá gatnagerðargjalda Akureyrarbæjar. Breytingi felst í því að 3. málsgrein 8. greinar felld út, en breytingi sem hér að ræða að fellt úr gildi ákvæði gatnagerðargjald skuli endurgreitt með verðbótum í samræmi við breytingar á neysluverðsvísitölu og skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að breytingi verði samþykkt og bæjarlögmanni verði falið að sjá gildistöku hennar. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið málsins, orðið laust. Sem enginn hefur hvað sér hljós, þeir sem geta samþykkt þetta gefi merki. Það eru 11, takk fyrir það.
Þá er komið að 7. lið á dagskrá. Það er gjaldskrá Akureyrarbæjar vegna afgreiðslu og þjónustugjalda, endurskoðun til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér kemur til afgreiðslu liður 13 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 22. desember síðastliðinn. Lögð var fram tillaga breytingu á 3. grein gjaldskrár Akureyrarbæjar fyrir gjöld samkvæmt lögum um mannvirki og skipulagslögum og önnur afgreiðslu og þjónustugjöld. Í breytingunni felast endurskoðun á gjaldi fyrir útmælingu lóða. Breytingarnar sem hér ræðir koma fram á fylgiskjali með fundargögnum og bæjarfulltrúar geta kynnt sér og verða lögð fram með fundargerðinni, en skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að breytingi verði samþykkt og bæjarlögmanni verði falið að sjá gildistöku hennar. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er verið að sameina þarna einhverja flokka, en það sem maður velti fyrir sig þegar maður er að skoða þetta er hækkunin. Erum við að tala 30% hækkun á þessum einstaka liðum eða hvernig er þetta mál til komið og af hverju er það sett fram með þeim hætti sem gerir gert? Það er að fá svör við því. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, lokið málsins, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú var það þannig að ég var ekki á þessum fundi þegar þessi samþykkt var gerð, en ég var bara beðinn að fara með þetta svo að Þórhallur var ekki að lesa upp hér allar liðina. Ég sitt í skipulagsráði en var ekki á þeim fundi sem að samþykktin átti sér stað, en til að Þórhallur sé betri til þess að fara yfir það í hverju þessi gjaldskrár hækkun liggur og af hverju þessi mikla hækkun er. Þannig að Þórhallur, ég gef bara boltan yfir á þig. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Fyrir forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þessi hækkun er tilkomin, þetta eru mælingar sem eru framkvæmdar að UMSA og UMSA sem sagt rukka skipulagssvið fyrir þetta og við höfum, okkar svið hefur ekki fylgt því eftir að hækka þessa gjaldskrá undanfarin ár, þannig að við höfum verið svolítið á eftir og þess vegna er þessi hækkun að koma til í einu lagi svona mikil. Þannig að þarna eru bara raunverulega okkar mistök að hækka þetta ekki bara jafnt og þétt og við erum bara leiðrétta þetta í takt við það sem að það raunverulega kostar að framkvæma þessa vinnu og miðað við önnur sveitarfélög að þá er þetta bara álíka gjald og þau eru að rukka fyrir sambærilega vinnu. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt þessa breytingu að gefa merki. Það eru 10, einhver á móti, engin og 1 situr hjá. Þá komið 8. lið á dagskrá, íbúðasvæði vestan Borgarbrautar, aðalskipulagsbreyting til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér er liður 3 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 12. janúar 2022. Kynning á skipulagstillögu vinnslustigi samkvæmt 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 er lokið og bárust engar athugasemdir við tillöguna. Umsögn barst frá Minjastofnun Íslands, skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki fyrirliggjandi tillögu að aðalskipulagsbreytingu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og að hún verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslagana. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson, lokið máli sínu, orðið er laust. Sem enginn hefur hvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt aðalskipulagsbreytinguna að gefa merki. Það eru 11, takk fyrir það. Þá er komið að 9. lið á dagskrá og það er Kjarnagata 55, umsókn breytingu á deiliskipulagi til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég fyrir alveg að þurfa að sækja mig vasklas til þess að rækja. En hér er sem sagt Kjarnagata 55, umsókn breytingu á deiliskipulagi sem er liður 5 í fundargerð skipulagsráðs frá 12. janúar 2022. Lögði fram endurskoðuð tillögu breytingu á deiliskipulagi sem nær til lóðar nr. 55 í Kjarnagötu. Hús 55 og 57 í breytingunum felst eftirfarandi. Fyrsta lagi, hús 55 lækkar úr 7 hæðum í 6 með hámarkshæð 18,5 metrar, auk þess sem að byggingar reitur stækkar.
Byggingareitur hús nr. 57 hliðrast 1 metri til vesturs auk þess sem hann breikkar 1 metri sem felur í sér að byggingareitur einnar hæða byggingar hliðrast 2 metra til vesturs. Þá bætist við 4. hæð sem inndregin á 3 vegu. Gólfkvóti byggingar hækkar í 88,5 og þá 3. liður 2 langstæði meðfram Kjarnagötu breytast í bílastæði fyrir hreyfihamla til samræmis við kröfu byggingarreglugerðar nr. 112 frá 2012 og 4. liður bílastæði við Geirþrúarhaga lengist 1 metri til vesturs og lóðin stækkar 5 fermetra. Númer 5 það 5. liður þá lágmarks lofthæð í bílakjallara lækkar 0,2 metra og verður að lágmarki 2,3 metrar. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að breytingi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og þar sem að þetta sem sagt ekki minni háttar breytinga þá verið að óska eftir að hún verði auglýst. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Næst til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að gera athugasemdir við þá tillögu sem liggur hérna fyrir og alveg samþykkur henni en það sem að mér finnst athyglisvert og við þurfum kannski að velta fyrir okkur það ástæða þess að farið í þessa breytingu. Hún sú að Isavia gerir athugasemd við þessa byggingu að því hún fer yfir 18 metra hæðina. Vil ég halda því fram að það sé ekki hægt að byggja hærri hús á Akureyri 18 metra nema þá helst á Oddeyrinni. Og þetta tilskipun sem undirrituð af Ögmundi Jónassyni innanríkisráðherra á sínum tíma, ég held 2011. Og ég svona veltaði fyrir mér og bara vek athygli á því og þetta eitthvað sem við hljótum að þurfa að bregðast við með tilliti til þess að landrými sem Akureyrarbær býr yfir á skornum skammti. Og það raun og alveg fráleitt ef að við stöndum frammi fyrir því í dag það geta ekki byggt hærri hús en 18 metra nema bara rétt á hluta þess svæði sem Akureyrarbær hefur yfir að ráða og það svæði raun og allt meira og minna fullbyggt sem Oddeyri. Það eitthvað bogið við þetta fyrirkomulag. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið laust. Enginn fleiri hafa ekki hvað sér ljós, þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það 11, takk fyrir það. Þá komið að, hvert vorum við komin? 9. lið. 10. lið. Hlíðarfjallsvegur, deiliskipulag AT16 til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér liður 6 í fundargerð skipulagsráðs frá 12. janúar 2022, Hlíðarfjallsvegur deiliskipulag AT16, kynningu skipulagslýsingar í samræmi við 3. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 lokið og bárust engar athugasemdir við lýsinguna. Umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands, Norðurorku, Landsneti, Rarik og þær lagðar fram til kynningar. Beðið umsagnar Skipulagsstofnunar. Skipulagsráð felur skipulagsfulltrúa að vinna áfram að gerð deiluskipulags þar sem að tekið verið tillit til athugasemda og ábendinga sem fram komu í umsögnum. Skipulagsráð leggur jafnframt til við bæjarstjórn að Atnorð EHF verði veitt formlegt vilyrði fyrir lóð undir gagnaver nyrst á skipulagssvæðinu án auglýsingar í samræmi við ákvæði greinar 2.4 í reglum lóðaveitingar. Endanleg úthlutun fer þó ekki fram fyrr en að deiliskipulagssvæðisins hefur tekið gildi. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Sem enginn hefur hvað sér ljós, þeir sem geta samþykkt að setja úthlita lóðina án auglýsingar gefur merki. Það 11, takk fyrir það. Þá komið að síðasta lið á dagskrá nr. 11, reglur launakjör og starfsaðstöðu bæjarfulltrúa og nefndarmanna Akureyrarbæjar til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Hér kemur liður númer 2 í fundargerð bæjarráðs frá 7. janúar 2022.
til afgreiðslu hér í bæjarstjórn en bæjarráð samþykkti að breyta reglunum til samræmis við stjórnsýslubreytingar og vísaði málinu til afgreiðslu bæjarstjórnar. Hér er fyrst og fremst verið að gera smávægilegar lagfæringar á reglunum í tengslum við stjórnsýslubreytingarnar eins og áður sagði og koma fram á fylgiskjali með fundagögnum og þarf að tíunda það hér en reglurnar svo breyttar eru lagðar hér fram til samþykktar. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust þennan lið. Sem enginn hefur hvað sér hljóðs þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það er 11 og dagskrá þá tæmd. Eftirtalda fundagerðir eru lagðar fram til kynningar, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 16. og 22. desember og 7. janúar 2022. Bæjarráð 16. desember 21 og 7. og 13. janúar 2022, frístundaráð 16. desember 21 og fræðslu- og lýðheilsuráð 10. janúar 2022, fræðsluráð 13. desember 21 og skipulagsráð 22. desember 21 og 12. janúar 22, umhverfis- og mannvirkjaráð 17. desember 21 og velferðaráð 12. janúar 2022. Hægt er að nálgast allar þessar fundagerðir á heimasíðunni. Og ég segi þá fundi slitið klukkan 16:33. Takk fyrir góðan fund.